Hæ, krakkar. Hæ, krakkar. Í dag ætlum við að syngja drauga. Draugar, já. Þeir eru svolítið spennandi. Einmitt. En við ætlum sko líka að syngja ömmu. Já. Að því að við eigum sko ömmu sem svo hugrögg. Já. Hún sko ekki hrædd við drauga. Ekkert hrædd við drauga. Hún segir bara burt með ykkur. En Birta, gætir þú bara sofið ef það væru draugar í kringum þig? Nýtt. Ég held að ég myndi vera svona Ég er nefnilega svolítið smeyg við drauga. Já, kannski, en ef við myndum bara segja svona eins og amma. Ég læt engan svipta mig svefni í nótt, sama hver draugurinn er. Já! Já. Erum við tilbúin? Ég held að gott. Halló, krakkar! Eruð þið hérna líka? Ó, gaman að sjá ykkur. Þetta ekki dásamlega fallegur staður? Sumir segja að það sé draugur hérna, en ég trúi ekki á drauga og ég bara alls ekki hrædd við þá ef þeir eru til. Nei, ég held þetta sé bara óttaleg kjánaprikk. Þið ekki sammála mér? Já, vitið það, krakkar, að ég svo glöð. Ég búin að vera svo dugleg í dag. Ég búin að taka til og skora og svo bara allt í einu fann ég að gamla bakið mitt var orðið svolítið lúið. Svo ég ákvað að koma hingað á uppáhaldsstaðinn minn og finnast hérna mjúka mosadæld fyrir mig að leggja mig. Já. Eru þið nokkuð að leggja ykkur? Nei, þið eru svo ung, þið eru ekki þreytt í bakinu og lúin. Þetta nú alveg dásalegt. Notalegt að hafa ykkur hérna með mig, krakkar mínir. Nú kemur mér hérna fyrir. Já, þetta alveg ljómandi fínt. Mamma mín gamla lá úti í gljúfri, dimmt var það gljúfur og draugalegt mjög. En mamma mín mælti og út af hún hallaði sér. Ég læt engan svipta mig svefni í nótt, sama hver draugurinn er. Halló, krakkar. Eruð þið hérna? Ég ætlaði nú ekkert að hitta ykkur. Ég ætlaði að hitta hana ömmu. Því að það svo gaman að ræða hana ömmu, þó að það sé ekki alltaf auðvelt, sko. En, krakkar, ég gleymdi að kynna mig. Ég nefnilega skotta. Já, ég skotta og stelpudraugur. Það ég. Og vitið þið hvað mér finnst skemmtilegast að gera? Mér finnst skemmtilegast að hoppa og skoppa og hræða. En þið vitið það, þegar maður hræðir ömmur, þá segir maður alltaf bú. Eru til í það? Já. Ok. 1, 2 og bú! Anna! Hér ég og skotta litla. Herðu, þetta eitthvað skrítið. Ég svo skelfileg. Ég stundum kallið skotta skelfilega. Já. Hún ætti nú að vakna og vera farin að gráta. Hún var steinsefur. Ég held að við verðum að prófa aftur. Er þið tilbúin? 1, 2 og
Þá bara nenni ég þessu ekki lengur. En þið krakkar, nei, ég skil ykkur vel. Hún er bara algjör svefnburka hún amma. Ég er bara farin. Já. Kom þar hún skotta með skottbúið ljóta, tennum hún hristi, glotti og hló. En amma mín mælti og út af hún hallaði sér. Ég læt engan svipta mig svefni í nótt, sama hver draugurinn er. Heyrðu, krakkar, vitið þið hverju þið? Nei, jú, það ættu nú að vita það. Ég er nefnilega flinkasti draugurinn á Íslandi. Sjáðu af hverju. Það er að því að engin annar draugur kann að taka af sér hausinn. Getið þið það? Nei, þið getið það ekki. Þið getið það bara alls ekki. Nei, það er bara ég, Móri draugur, sem að geta ekki hausinn svona. En reyndar verð ég að viðurkenna það er smá vandamál. Ég myndi ekkert mæla með því að þið reynduð að taka af ykkur hausinn. Út af því að hausinn, hann vill skoppa í burtu. Og þá þarf maður að fara að leita að hausnum og óttalegt vandamál. Því að ef maður er ekki með haus, þá sér maður ekkert og þið skiljið hvað ég á við. En heyrðu mig nú, er hún amma hérna? Mikið er ég heppin. Og þið líka krakkar, þá fáið þið að sjá hvernig alvöru draugar hræða fólk. Er þið tilbúin? 1, 2 og bú! Hún vaknaði ekki. Vitið, ég held ég þurfi hjálp. Eru þið kannski til í að hjálpa mér? 1, 2 og bú! Ó nei, þetta er nú bara ekkert í lagi. Ég verð bara að fara að vera með míkrafónina til þess að geta hrætt hana ömmu. Ég held ég þurfi eitthvað að æfa þetta betur. Takk fyrir hjálpinu, krakkar. Ég verð að hugsa þetta betur, Kom þar hann Móri á Móri treyju, ofan sitt höfuð af hálsinum tók. En amma mín mælti og út af hún hallaði sér. Ég læt engan svipta mig svefni í nótt, sama hver draugurinn er. Nei, hæ, eru þið hér? Þið veitum alveg hver ég er. Veit það ekki? Ég trúi ykkur ekki. Ég er hann Glámur, frægasti og flottasti draugurinn á Íslandi. Það er ég. Og ég er hingað komin til að hræða hana ömmu. Hún verður rosalega hrædd við mig þegar ég stari á hana með rauðu glurfunum mínum. Já, þið megið svo sem hræða hana með mér ef þið endilega viljið. Er þið tilbúin? 1, 2 og bú!
Hvað gerðist? Það gerðist ekki neitt. Hvað gerðu þið? Voruð þið eitthvað að gera af ykkur? Nei, ég trúi þess ekki. Veit hún amma ekki hvað ég er frægur? Ég er frægur fyrir að hryllilega, hræðilegu augun mín. Þetta er náttúrulega ekki hægt svona móðgun. Ég ætla að gera þetta aftur. Er þið tilbúin? 1, 2 og bú! Hún vill ekki verða hrædd. Ég er alveg viss hún er rosalega hrædd. En hún vill ekki sýna. Og hún er algjör svefnhurka. Og ómögulegt að vekja hana. Já, haldið þið geti hjálpað mér. Ef að við öskum rosalega hátt. Er þið tilbúin? 1, 2 og bú! Ég er að verða of gamall fyrir þetta. Ég get ekki verið að eltast við ömmur upp í dimm og drungaleg gil. Ég er farin núna. Kom þar hann Glámur með glyrnurnar rauðar, kurteislegt ekki var augnaráð hans. En amma mín mælti og út af hún hallaði sér. Ég læt engan svipta mig svefni í nótt, sama hver draugurinn er. Halló, krakkar. Ég er hann Bóli, kenndur við Þorgeir, og ég er grenjandi reiður. Því hvað sé ég hér? Skíðagun amma gamla, enn eina ferðina, komin hérna að leggja sig. Þetta er mitt gljúfur, mitt, og hingað kem ég til þess að öskra þegar ég er reiður, og það er ég núna. Ég er reiður, já, og ég skal sko aldeilis láta hana heyra hvað ég er reiður. Ætlið þið kannski að hjálpa mér? Mér líst mjög vel á það, og þið verðið að baula með mér. En þið megið ekkert baula eins og einhverjir kálfar. Þið verðið að baula eins og stór og hræðilegur Bóli. Já, auðvitað, þið farið rétt með það. Eruð þið tilbúin? 1, 2 og Nei, þetta gekk ekki. Og vitið þið hvað gerist þegar hlutirnir ganga ekki? Þá verð ég svo reiður. Ég verð alveg brjálaður Bóli. Þið er tilbúin að öskra og nú verður að öskra ennþá hærra. 1, 2 og Amma þó, hún neitar að vakna. Hún veit hvað ég verð pirraður þegar hún vaknar ekki og öskrar úr hræðslu. Hún veit ég verð alveg kolbrjálaður í skapinu. Alveg brjálaður. Ætlið þið að prófa í síðasta skipti? Já, og núna kemur þetta. Því að nú er ég svo reiður. Þetta var nú kannski ekki alveg til þess að öll reiðin mín komst ekki fyrir í þessu öskri. Krakkar, þið verðið bara að sjá að hræðana þarna. Því að ég er alveg búinn. Ég ætla að fara í burtu og finna hana Glúmur og öskra svo bjargalega í blettinum.
bakinu, amma. Nei, halló, krakkar. En dásamlegt að hitta ykkur hérna. Eru þið líka í gönguferð upp í Gljúfur? Ég svo aldeilis heppin að hitta ykkur. En hafið þið nokkuð séð hana ömmu? Ég búin að leita og ég veit að hún fer hérna alltaf upp í gil til þess að leggja sig. Og ég alltaf að segja henni og hún á ekki að gera það. Því það eru draugar hérna. Hafið þið nokkuð séð drauga? Nei, þið hafið ekkert séð drauga hér. En bíddu nú við, heyrðu, ég nú orðin alveg sjólaus. Þetta ekki hún amma hérna? Æ, elsku amma mín, hvað ertu að gera hérna svona steinsofandi? Mér langar svo ólega í kleinur. Gætur ekki bara vakna núna og steikt handa mér nokkra kleinur? Finnst ykkur það ekki góð hugmynd, krakkar? Allir elska kleinur. Ég kannski allra mest, en amma ekki að vakna. Krakkar, haldið þið getið kannski hjálpa mér að vekja hana. Við getum bara sagt svona amma. Þá vaknar hún örugglega, en ég orðin mér svo óskaplega gamla og lélega rödd. Þið tilbúin? 1, 2 og amma. Vaknaðu amma. Mikið óskaplega sefur þessi kona fast. Hún getur ekki einu sinni vaknað til þess að steikja handa mér kleinur. Við verðum að prófa aftur. Þið tilbúin? 1, 2 og amma mín, elskan mín. Nei, hún vill ekki vakna. Hún alveg steinsofandi og þegar hún amma steinsofandi þá þýðir ekki að reyna að vekja hana. Ég mátti vita það. Ég held ég verði bara að staulast heim og steikja mínar eigin kleinur. Jæja, gaman að hitta ykkur krakkar mínir. Við farið nú varlega hérna innan alla draugana. Bless. Loks kom hann afi að leita að ömmu. Æ, ertu hérna, elskan mín góð. En amma mín mælti og út af hún hallaði sér. Ég læt engan svipta mig svefni í nótt, sama hver draugurinn er. Mjög skrítið. Ég aðeins að hugsa þetta. Jú, ég ætla að stilla gítarna. Krakkar, nú skulum við aldeilis stríða Birtu. Hún heldur nefnilega að hún sé að fara að hitta krókódíl og tígrisdýr og hákarl og svona. En við erum bara ekkert að fara að hitta neitt. Ertu tilbúin? Í lyftunni? Já, varstu að segja eitthvað? Já, ertu tilbúin? Ég held að það sé að það koma krókódíl, krakkar. Verðið þið nokkuð hrædd við krókódíl? Það er... Ég ætla að ræða þig. Nei! Jú, ég er draugur. Ég er draugur. Það er draugur í lyftinu minni og ég er svolítið smeyk við hann. Ó nei, draugur í lyftinu minni og hann getur hrætt mann. Ó, draugur, förum upp á fyrstu hæð. Þú fær ekki að hræða mig því að það er ég sem ræð. Já. Það er sko ekki að hræða mig. Það varst að plata mig, maður. Hæ? Ég? Hvað er það?
það heima. Við erum uppi á fyrstu hæð. Draugurinn farin. Emma var að plata mig. Hæ, Emma. Hæ. Hver kemur í lyftin næst? Það núna krókódíllinn? Já, það núna krókódíllinn. Það Ó nei! Hræðilega! Ó já, Jú, mjög. Það beinagrind í lyftunni minni og ég svolítið smeyk við hana. Ó nei! Beinagrind í lyftunni minni og hún getur hrætt mann. Beinagrind! Förum upp á aðra hæð. Þú fær ekki að hræða mig því að það ég sem ræð. Já! Ding! Við erum uppi á annarri hæð. Ó nei! Í alvörinu! Krakkar, sjáðu hvað hún Emma kom með. Það grasker í lyftunni minni og ég svolítið smeyk við það. Ó nei! Grasker í lyftunni minni og það getur hrætt mann. Ó, grasker! Förum upp á þriðju hæð. Þú fær ekki að hræða mig því að það ég sem ræð. Já! Ég held að fara í fílu. Já! Ding! Núna erum við uppi á þriðju hæð. Hver að koma? Ó nei, af hverju ertu svona skrýtin munnin? Bíddu, nei, hættu nú. Ertu vampíra? Eru þið með vampíratennu líka, krakkar? Það vampíra í lyftunni minni og ég svolítið smeyk við hana. Ó nei, vampíra í lyftunni minni og hún getur hrætt mann. Vampíra! Förum upp á fjórðu hæð. Þú fær ekki að hræða mig því að það ég sem ræð. Ég ræð. Já! Burt með þig, vampíra. Ding! Við erum upp á fjórðu hæð. Hvað erum að gera með bíddu nú? Hver að koma hérna? Viltu hjálp? En sérðu eitthvað? Nei. Þú ekki að gefa það augu? Nei. Ég gaf mér augu. Já, hvernig gerum við það? Augu. Múmía. Halló! Halló. Það er svakalegt maður. Já. Er ekki flottasta múmía sem við nokkið að sé? Það skulum bara alveg. Alveg bara hérna, út um allt. Ok. Ok. Nei, það slitnaði. Já. Svona. Svona. Það múmía í lyftunni minni og ég svolítið smeyk við hana. Ó nei, múmía í lyftunni minni og hún getur hrætt mann. Múmía, förum upp á fimmtu hæð. Þú fær ekki að hræða mig en það ég sem ræð. Já. Nei, er það ekki einhver misskilningur? Burt með þig, múmía. Hvernig kemst þú úr? Já, hvernig kemst þú? Ég skal bjarga þér. Er þetta heitt? Fannst ekki svolítið erfitt að vera múmía? Jú. Hvað fannst þið skemmtilegast, Emma? Hvað var skemmtilegast? Múmían. Erfiðast en skemmtilegast. Já. Krakkar, eru þið búin að prófa þetta?
Mjög skemmtilegt að prófa að vera múmía. Ég ætla að prófa líka. Sérstaklega að hræða aðra. Birta, þú ert svakaleg. Það er kannski skynsamlegt að setja ekki þér munn og augu. Það var svolítið erfitt. Ég er ekki trædd við hana. Munið krakkar, ég ætla að hræða hana. Ég er ekki trædd. Bara vertu þarna. Bless, Ekki koma nátt. Bless. Bless.